Þú fórst á sjávarútvegsdaginn? Herðu, já, ég fór á sjávarútvegsdaginn í Hörpunni í vikunni og hefum skrifað 2 greinar upp úr því. Og svona, það er alltaf athyglisvert að koma á svæðið svona og hitta menn og lesa í stöðuna og þarna í grunninn byggist þetta náttúrulega á mikilli greiningavinnu sem Deloitte setur fram sem orðin alveg gríðarlega áhugaverður gagnabanki sem þeir hafa orðið til sem að segi bara allt hagræna stöðu sjávarútvegsins frá ári til ás og þannig að við sjáum það svart á hvítu menn þurfa ekki að deila tölunar, þær eru þarna. Þeir hafa alla... Unnið upp á ársreikningum. 96% sjávarútvegsfyrirtæki í þessu gagnagrunni. En hagnaður þeirra var að minnka milli 2024 og 2025. 23 og 24. Já, hagnaður að minnka. Við erum í dag í sjálfu sér í alveg þokkalegu ári. Markaðurinn er góður. Já. Þetta náttúrulega veldur alltaf svolítið á því bara hvort að uppsjávar tegundirnar skila sér. Já, svo það náttúrulega alltaf þessu stóru málum. Alltaf þetta veðmál, ég meina loðnuvertið bara 30-40 miljardar í útflutningsverðmæti. Það bara þannig. Það er þannig og kolmunin og síldin skipta líka verulega miklu máli. En maður fann það auðvitað ráðherra var nú þetta með ræðu og svona eftir þessi átök. Hefur þú skaust á ráðherran þarna? Það bara ráðherra kom þarna og flutti ræðu og fór svo? Ég fór, já, hún gerði það. Hélt bara sína tölu og fór. Já. Og ég held að sér reynda ríkisstjórnafundur á 3 dögum, sko. En þetta var svona nett skot á hann. Já, sko vegna þess að þetta mikilvægt samtal sem þarf að vera þarna. Og það þýðir ekki að nálgast þessa atvinnugrein bara eins og það sé sko alltaf, þú eru alltaf að herja á hana og setja allt upp í loft og maður finnur það sko að menn eru svolítið barðir. Það er þessi atvinnu, eða sko skilyrði, þú ert að fást við flókirekstur, út með stór fyrirtæki, metin á kannski eins og þessi 3 sem eru skráð í kauphöllinni og fleiri sem eru skráð á verðmæti mörg 100 milljarða, jável, er með sko 100 ef ekki 1000 starfsmanna, gríðarlega fjárfestingar og menn eru alltaf að leita að sko fyrirsjáleika í rekstri, geta gert áætlanir og tekið ákvarðanir fjárfestingar og annað slíkt og það er það sem trufla svo mikið af sko hinu opinbera og að því leiti sko þessi hækkun á veiðileigugjöldum sem að liggur nú reyndar ekki fyrir, ég held að sé núna bara það er núna 1. desember sko verður afgreitt fyrir áramót. Menn vita ekki hvernig þetta mun snerta þá, ég finn það þegar að tala tekur gildi núna næsta ári. Já, en vegna þessa árs menn vita ekki hvernig þetta mun koma út. Það er bara þannig. En menn voru nú að tala að þetta væri hækkun upp úr 10-20 cirka? Já, ég skal ekki segja. Það er verið talað helmingshækkun sem að, sko, við vitum ekki hvernig næsta ár verður, sko, í sjávarútvegi. En horfurnar þá eru þetta ekki, hérna eru samtök atvinnulífsins að tala það að það sé svona líkur að minni útflutningsverðmætum sjávarafurða? Markaðir hafa verið mjög háðir. Það er gott verð, ég meina þarna til dæmis kom fram mjög athyglisvert að þorskveiði Rússa og Normanna hefur hrunið. Já. Við erum orðin svo þjóð sem veiði mest af þorski í Norður Atlantshafinu. Það voru gríðarleg minnkun á þorskveiði Rússa og Normanna. Já. Þannig að við erum Þannig að hækkar þorskunni verði? Það gerir það. Þorskurinn er náttúrulega gríðarlega mikilvægur fiskur. Og það er mjög mikilvægt fyrir fyrirtækir að geta boðið vörulínur. Þú með viðskiptavini hinum megin og þeir segja, já, ég get seltið þetta, já, en áttu þetta, ég þarf líka að hafa það í hillunum. Þetta er allt hilluvara einhvers staðar. Þú ert að skaffa, þetta eru viðskiptasamningar sem þarf að uppfylla og væntingar kaupendana hinum megin og svo neytenda að varan sé tilbúin. Það er eitt sko kannski sem að væri svo við séum nú ekki algjörlega neikvæðu nótunum. Það er vægi fiskeldisins. Maður sér það að það fær meira og meira vægi á til dæmis sjávarútvegsdeginum. Að við höfum þetta sjávareldi eða strandeldið núna. Svo er landeldið. Já, sem hefur komið sér fyrir og þar eru gríðarleg álög þegar komin á það sem að sko og félögin eru ekki í plús. Þetta er nú
talsveit erlent eignarhald í þessum félögum og það eru 2 stór félög til dæmis á Vestfjörðum og hann með landið, Strandeldi. Já, það er Arnar Lax og fleiri. Já, og félagi inn á Ísafirði og þessi félög í tapi og það leiður komin gríðaleg gjöld á þessi félög. Þannig að með verður þetta að hugsa það. Síðan miklu, við erum að fjárfesta líklega fyrir vel yfir 300 milljarða núna í Strandeldi. Í landeldi? Nei, fyrir ekki í landeldinu. Og þar eru bæði í kringu Þorlákshöfn og í Vestmannaeyjum og Vestmannaeyingarnir eru komnir á stað. Við vorum að fá okkur velun. Laxey fyrirtæki í Vestmannaeyjum, það er byrjað að slátra. Og þeir hafa væntingar að slátra 5.000 tonnum á næsta ári. Já. Og 12.000 tonnum þar á næsta ári. Ég ræddi aðeins við Lárus Ásgeirsson sem að stýrir þessu. Gamanreyndur maður, var farsæll stjórnandi hjá Marel og síðan sá hann stórfyrirtæki í Arabíuskagan með einhver ára skeið en er komin til að stýra þessu fyrirtæki. Og hann sagði að þeirra áætlanir væri að ganga mjög vel. Og menn hafa mikla væntingar að þarna muni bara á 1, 2, 3 árum verða til mikil útflutningsverðmæti.